Já, komið þið sæl og blessuð. Ég heiti Gunnar. Herðu, ég verð að viðurkenna það. Ég er ekki svo besti að fylgjast með fréttum í landinu, en undanfarna daga byrjaði Trú og Líf allt í einu að fá svona undarlegri skilaboð en vanlega, ekkert eitthvað rosa neikvæð en undarleg, og fólk byrjaði að senda mig fréttir og ég skildi fyrst ekki af hverju það var að senda mig fréttir. Ég hafði lítinn áhuga á þessum fréttum, en svo farið að fatta að fólk er að senda á mig út af því að það er eitthvað í fréttum trúarhóp sem hittist fyrir 40 árum áður en ég fættist, sem hét Trú og Líf, og þá eru örugglega að vera að senda þetta á mig út að við erum með podcast og útvarpsþátt sem heitir einmitt Trú og Líf. Svo byrjaði að skoða trafficina á trúolíf.is og tók eftir því að það er búið að aukast nokkur 1000%, og fólk er líklegast að leita sér eftir upplýsingum tengt þessari frétt sem að hefur verið mikið í landinu undanfarna daga. Og ég vildi bara taka það fram að við erum sem sagt ekki þessi trúarhópur sem eru verið að tala heldur eru við útvarpsþáttur og podcast sem tengist því að hafa upplýsta huga og umturnu hjörtu og undirbúnar hendur til þess að þjóna Guði og þekka Guð og elska Guð. Ef þið langar að hlusta á það podcast, þá er þið velkomið að finna Trú og Líf á YouTube og Facebook og á hvaða hlaðvarps veitu sem er. Eða þú ert með spurningar og pælingar sem þú vilt að við tökumst á við, þá endilega fara á trúolíf.is og sendið inn þær spurningar. En ef þú ert að leita upplýsingum sem tengast þessari frétt sem er í gangi, þá er þetta ekki rétt að síða verið það. Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur, Guð varviti og gefa ykkur yndislega helgi. Bless!